Á geðsviðinu þá okkur lengi langað til að efla ráðgjafaþjónustuna við aðrar deildir spítalans. Til þess að geta betur sinnt einstaklingum með geðræn veikindi hvar sem þeir eru staddir á sjúkrahúsinu. Geðræn vandamál eru algeng og rannsóknir benda til að upp undir helmingur þeirra sem eru inniliggjandi á líkamlegum deildum sjúkrahúsa séu með greinanlegar geðraskanir. Að auki hærri tíðni ýmissa líkamlegra sjúkdóma hjá okkar skjólstæðingahóp. Til dæmis hjart- og æðasjúkdóma, efnaskiptasjúkdóma, lungnasjúkdóma, svo eitthvað sé nefnt. Og rannsóknir hafa einnig sýnt að þegar til staðar geðrænn vandi auk líkamlegs getur það truflað og tafið bæði greiningu og meðferð og valdið þyngri sjúkdómsbyrði og einnig lengri innlögnum og það eykur bæði þjáningar og kostnað. Það því til mikils að vinna að geðráðgjöf á spítalanum sé öflug og góð. Þess vegna ákváðum við að fara á stað með þverfaglega ráðgjafarþjónustu þar sem velþjálfaðir meðlimir bráðateymisins okkar ásamt sérfræðingi í geðlækningum sinna þjónustunni. Auk geðlæknisins þá eru það geðhjúkrunarfræðingar, námslæknar, sálfræðingar og félagsráðgjafar sem sinna ráðgjöfinni. Það sem við gerum að við nýtum sérþekkingu hvors annars, við hjálpum stað og það gerir ráðgjöfina bæði öflugri og skemmtilegri. Ráðgjafateymi geðþjónustunnar, það fór í gang þann 1. mars og í raun og veru það fórum við af stað mitt í fyrstu bylgju COVID. En markmiðið með ráðgjafateyminu að veita markvissari ráðgjöf og stytta biðtíma eftir þjónustunni. Okkur ætlað að veita ráðgjöf við allar einingar spítalans og megin markmiðið það að sinna betur sjúklingum með geðraskanir hvar sem þeir eru staddir á sjúkrahúsinu. Teymið fundar daglega þar sem farið yfir beiðnir sem hafa borist og vakthafandi geðlæknir mætir á beiðnafundinn og ráðgefandi fyrir aðra fagaðila og sinnur sjálfur ráðgjöf eftir efnum aðstæðum. Og þar sem að geðþjónustan okkar frekar dreifð að þá höfum við notast við fjarfundabúnað. Allir fagaðilar eru í stöðugri þjálfun á bráðamóttöku geðþjónustu og við erum þjálfuð í að meta og greina vanda, hvort sem það sjálfsvígshætta eða alvarleg veikindi. Og það sem teymið þverfaglegt að þá auðvitað möguleiki á sveigjanleika og þegar þörf á aðkomu einhverja ákveðna fagstéttar. Ráðgjöf getur falist í lyfjameðferð, mati á áhættu. Það getur falist í því að ákveða hvort á að flytja sjúkling yfir á geðdeild. Auk þess sem við höfum möguleika á að fylgja sjúklingum eftir, en það fyrirkomulag sem hefur gefist bara mjög vel á bráðaþjónustunni yfirleitt. Þegar sjúklingar með alvarlega geðsjúkdóma leggjast inn á líkamlega deildir fá þeir oft ekki fullnægjandi eða rétta aðstoð vegna síns geðsjúkdóms, þar sem sérhæfð þekking ekki til staðar. Afleiðingar eru meðal annars þær að spítaladvöl getur orðið lengri en ella, þessi sjúklingar eru stundum lagðir inn á geðdeild í framhaldi og stundum sendir of fljótt á geðdeild áður en að meðferð eða rannsóknum hefur verið lokið. Stuðningur við ráðgjafaþjónustu geðsviðs við slíka sjúklinga gæti þar haft mikil og jákvæð áhrif. En erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi slíks inngrips. Þess vegna framtíðarsýn okkar að þegar sjúklingar með alvarlega geðsjúkdóma leggjast inn á Landspítala vegna líkamlegra vandamála verður ráðgjöfin látin vita svo hægt verður að veita ráðgjöf sem fyrst. Þannig væri auðveldara að tryggja bestu mögulegu þjónustu óháð því hver vandinn er.